Komið sæl og velkomin á 5. og jafnframt síðasta fundin okkar hérna í þjónustu fundaröð Íslandsbanka, hér út á Granda. Ég heiti Hólmfríður Einarsdóttir og ég markaðs- og þjónustustjóri Íslandsbanka. En það var árið 2011 í upphafi árs sem að nafnið eða vörumerki VAFIB var til fyrir eignastýringaþjónustu Íslandsbanka. Og áherslan var á fræðslu og fagmennsku. Síðan þá hafa verið haldnir 300 fræðslufundir og áherslan okkar hefur verið á markaðssetningu sem kallast efnismarkaðssetning og með frábærum árangri. Og nýleg rannsókn sýnir það að fólk er mjög ánægt með þessa fræðslufundi okkar og líka mjög ánægt með rauninni myndi velja okkur fyrst þegar kemur eða VAFIB að fjárfestingum. En við ætlum að, og í rauninni er það líka mjög ánægilegt vegna þess að við erum ekki að verja miklum fjármunum í auglýsingar, en við verjum þeim vel. En við ætlum að kryfja þetta mál hér í dag og höfum fengið 2 góða gesti, Björn Berg Gunnarsson, fræðslustjóri VAFIB og Andrés Jónsson, almannatengil. Björn Berg ætlar að byrja á því að vera með stutt erindi og svo ætlar Andrés Jónsson að ræða málin við hann og við ætlum að fá spurningar úr sal. En áður en ég hleypi Birni Berga, þá langar mig að minna ykkur á að nota endilega #ISB-fundur og mér langar líka að nota tækifærið og þakka fyrir frábærar viðtökur sem að fundaröðin hefur fengið hjá okkur. En þá ætlum ég að gefa boltan á Björn Berg. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, komið sæl og takk fyrir að koma. Það var, eins og nefndi hún Hólmfríður, þetta svona áramótin 2010-2011 sem við tókum upp nafnið VAFIB að nýju eftir smá pásu, ég ætla að fara yfir það og eftir svona hvers vegna það var. En stuttu eftir það, fyrir nokkrum árum, þá keyrði ég til Húsavíkur og þetta var svona þeim tíma sem að vextir höfðu lækkað og mikla breytingar þar, mikla breytingar varðandi verðbólguna, hlutabréfamarkaðurinn var svona rétt byrjaðar að vaxa og var með mjög skemmtilegt og flott erindi. Kom við á Akureyri og sótti þar samstarfsmann minn og við héldum þarna algjörnum dúndu fund á Húsavík og það mætti einn og samt mjög áhugaverður og góður gestur og náðum að spjalla aðeins saman en þetta gengur ekki alltaf upp. Það er ekki alltaf þannig að það sé húsfyllir og það er þetta dæmi Húsavík er nokkuð sem við rifjum upp svona reglulega þegar við erum að líta eins aftur og sjá hvernig hefur gengið hjá okkur vegna þess að það er ekki þannig að þegar við lögðum á stað hefur verið 100% það að allt gengi smurt og vel fyrir sig og það hefur ekki alltaf verið húsfyllir og hefur ekki alltaf verið tróðfullir salir í Háskólabíói og annar staðar. En allt í allt hefur þetta gengið mjög vel og það er skemmtilegt núna þegar ég fæ tækifæri til þess að segja frá þessu og líta tilbaka að það hafi gengið vel. Þannig ekki jafn gaman að ég vera að segja svona ef og hefði og fara yfir eitthvað slíkt. En eins og Hólmfríður nefndi að þá var þessi nafnabreyting upp ársins 2011 og ég þarf nú ekki að rifja upp hvernig ástandi var á fjármálamarkaði og bankamarkaði á þessum tíma. Við eins og aðri bankar og önnur fjármálafyrirtæki stóðum fram fyrir því að þurfa að byggja upp orðspor og traust að nýju. Og það er hægt að velja nokkra leiðir. Það er hægt að fara í mikla markaðssetningu, það er hægt að auglýsa vörur og þjónustu mjög grimmt. Við tókum þess ákvörðun eins og Hólmfríður sagði að byggja á fagmennsku og fræðslu og það var í rauninni ekki gripið og lausu lofti. Það var vegna þess að það var í rauninni órjúlegur partur af menningunni, kúltúrnum í fyrirtækinu og það er svona svolítið ein helsta ástæðan fyrir því held ég að það hafi gengið vel. VAFIB var áður til á sínum tíma, það er kannski einhverju sem muna eftir gamla VAFIB, en það var nafnið á eignastýringu Íslandsbanka á sínum tíma og VAFIB gaf út bækur. Það var mjög mikil og góð fræðsla, það var verið að spjalla fjárfestingar á kaffihúsum og halda flotta fundi og starfsfólki sem var þá í eignastýringunni var áfram þegar að vörumerki VAFIB var hérna smá tíma lagt til hliðar en kúltúrinn hélt sér og það var áfram þannig að starfsfólki í VAFIB leita á það sem mjög mikilvægan part af þeirri þjónustu sem við verðum að veita að fræða fólk og þannig skárum við okkur svolítið úr höfðum algjörlega það sem þurfti, þar að segja þekkinguna og reynsluna í því. Þannig að það lá beint við að við myndum kýla á þetta aftur og samt í rauninni ekki hægt að segja að við tókum þá ákvörðun að byggja á fræðslu í okkar markaðsstarfi langmestu leyti í staðinn fyrir að vera með beinar auglýsingar eða auglýsa vörur og við vissum að það myndi ganga ótrúlega vel. Það er ekki þannig. Eins og ég nefndi þá erum við með
ótrúlega gott starfsfólk sem tilbúið í að taka þátt í þessu. Þannig að það var mjög mikilvægt. Fræðsla í rauninni bara þjónusta og algjör hornsteinn í þeirri þjónustu sem við veitum að aðstofa fólk við það að geta séð svolítið sín fjármál sjálft, haft skilning á því og við mátum sem svo á þeim tíma að það væri, við höfðum ekki mælingarnar, við vissum það ekki nákvæmlega, við höfðum þá tilfinningu að það yrði mikil eftirspurn eftir því eftir hrun. Að fólk vildi læra betur á sín fjármál og skilja þau betur þannig að það myndi auka sína færni í að sjá sín fjármál sjálft. Þannig að við mátum sem svo að þörfin væri fyrir hendi og við höfðum mannskapinn og þekkinguna sjálf og leiðir til þess að miðla því og notuðum fræðsluna í þeim tilgangi sem að gekk í rauninni ótrúlega vel. Það sem við gerðum líka var það að við leyfðum okkur svolítið að prófa okkur áfram og þrátt fyrir það að við værum með svona nokkuð skýran ramma það sem við ætluðum okkur að gera, svona okkar hlutverk í fræðslunni, hvernig við ætluðum okkur að hafa þetta og hvað við ætluðum að ræða, að þá var samt frjálst að vera á sprettinum og leika sér aðeins innan þess ramma. Og það í rauninni ein lykilástæðan fyrir því að við erum með svona fjölbreytt og skemmtileg fræðsludagur í dag vegna þess að við höfum leyft okkur að prófa allt mögulegt. Við höfum líka prófað að keyra til Húsavíkur og halda fund fyrir einn. Og það hefur stundum hefur þetta mistekið sem betur fyrir, ekki oft. En yfirleitt að þá höfum við lært mjög mikið á því og þannig hefur fræðsludagur þróast og þannig hefur þessi rammi líka aðeins svona ekki kannski verið á mikilli ferð en hann hefur aðeins þróa líka innan hvers við störfum í fræðslunni. Þannig við leyfum okkur aðeins að prófa, við leyfum okkur að mistakast og það getur hver sem haldið fundi, það getur hver sem boðið upp á fræðslu en það ekki allir sem eru með það sem parta kúltúrnum í fyrirtækinu. Og það mikilvægt að hafa það í huga að þar í rauninni fæðist þetta. Það ekki tekin ákvörðun það, nú ætlum við að breyta fyrirtækinu þá átt að við ætlum að vera rosalega góð í fræðslu. Þetta var það við erum góð í fræðslu, höfum þekkingu til þess að miðla og nú ætlum við að reyna að gera það vel og nýta það sem þjónustu. Þetta byrjaði þannig að við héldum fyrirlestur rétt áramótin 2010-2011 með Landssambandi eldri borgara. Og það var í rauninni þannig sem að við fórum á stað með miklum hvelli. Við fórum ekki á stað með þessum fundi á Húsavík, það var ekki fyrsti fundurinn. Byrjuðum ekki á einum. Heldur var það þannig sem betur fyrir að það gekk rosalega vel. Það vildi svo til að mjög margir okkar viðskiptavina voru óvissir og smá ringlaðir varðandi fjármálum við starfslok. Vissi ekki hvernig Tryggingastofnun virkaði, hefur það áhrif á greiðsluna mínar og ég fái vexti, þarf ég að fela peningana mína fyrir skattinum og Tryggingastofnun og svo framvegis. Gríðarlega mikilvægar spurningar, ótrúlega mikilvægar spurningar fyrir fólk á þessum aldri og engin fræðsla, nánast engin fræðsla. Svo vildi svo til að við höfðum mjög mikla þekkingu á þessu, mjög mikla þekkingu og höfðum verið í miklu samskiptum við Tryggingastofnun og vorum svolítið svona vissum það að við gætum verið góð í að miðla þessari reynslu. Þannig að við fórum í formlegt samstarf með Landssambandi eldri borgara, héldum þar fundi fyrir fullu húsi og Nordega, gekk frábærlega vel og við ægilega glöð með það. Hérna erum við komið með efni sem gott, góð þjónusta, algjörlega hlutlaust, tengist ekkert businessnum beint, heldur bara góð þjónusta og okkar viðskiptavinni. Og frá þessum tíma höfum við haldið síðan í heildina 73 fræðslufundi fjármál við starfslok. Og breytingin sem við orðið eins varðandi þessa starfslokafundi og varðandi marga aðra að við höfum farið frá því að vera svolítið að veðsennast sjálfi því að fá að tala í það að við erum nánast eingöngu að svara eftirspurn. En nánast eingöngu þannig langstærstur hluti þeirra fræðslufunda sem við höldum í dag þannig að við erum beðin að tala. Ekki þannig að við erum að biðja að fá að komast einhvers staðar að. Stundum hefur þetta verið þannig og var það þannig á sínum tíma. Við vorum kannski að bjóðast til þess að koma með mjög gagnlega hlutlausa fræðslufundi og fengum kannski móttilboð. Jú, ef þið opnir hraðbanka þá fáið að koma, eitthvað slíkt, svona einhverja samningaviðræður. Nú það þannig að sem betur fer vísum við ekki neinum frá en eigum við fullu fangi með annað eftirspurn. Og ef við höldum aðeins áfram að tala starfslokin og það vegna þess að það hornsteinninn í okkar fræðslutarfi, sú fræðsla. Mjög gaman að segja frá því að á þessum tíma hefur 1 af hverjum 10 eldri borgurum í Íslandi mætt til okkar á staðinn og fengið fræðslu persónulega fjármál við starfslok. Nú við fengið í salinn 1 af hverjum 10 67 ára og eldri. Og svo það miklu hærra hlutfall þegar við tökum líka þá miklu hærra hlutfall þegar við tökum líka þá sem hafa hort á netinu. En fundirnir eru mjög fjölbreytilegir. Hérna sjáið þið mynd af þessum fyrsta fundi sem við héldum með Landssambandi eldri borgara.
höfum síðan farið út allt land og haldið fjölda funda þetta mál þar sem nánast alltaf húsvillir. Það var reyndar ekki húsvillir á Reyðarfirði, það svona eiginlega sá fundur sem sker sig úr, en eitt dæmi við fórum einu sinni í Kópavoginn og þar mættu yfir 100 fleiri en hafði verið gert ráð fyrir, þannig að það var sem betur verið hátalarakerfi í byggingunni sem náði svona alla jarðhæðina og þá voru stólar út alla jarðhæðina á byggingunni svona hér og þar sat fólk og hlustaði og þá þurfti maður aðeins að aðlaga fyrirlesturinn að nokkuð svona útvarpsleikriti. En þetta sá fundur. Þarna hérna tróðfullt í salnum í Kópavogi og svo eru einhver 50-60 manns annars staðar í byggingunni og Akureyri og fleiri, þannig að það hefur verið mikil eftirspurn eftir þessu og gengi vel. En fundirnir eru í heildinni núna eins og Hólmfríður sagði næstu í 300, þetta 291 fundur og öllum stærðum og gerðum. Þetta eru bæði litli fundir þar sem við förum og hérna förum í fyrirtæki, tölum við starfsfólk þar sem að bara hætta að vinna. Við höldum fyrirlestra í hérna samstarfi við skóla, í samstarfi við Kauphöllina, FKA, fleiri aðila. Skemmtilegir, svona fróðlegir, léttir fundir, þungir efnahagsfundir, námskeið fyrir byrjendur lengra komna og það hérna í rauninni það sem að skila þeim fjölda að það mjög stutt síðan við fögnuðum því að við fengi 100.000 gesti og áhorfendur á þessum tíma frá 2011 og þeir eru núna komnir upp í 116.000. Ég ekki með þann fjölda sem hér að horfa á vefnum en við höfum ekki, og það líka kannski gott að það komið fram, við höfum ekki sett okkur neitt sérstakt markmið fjölda. Enda það þannig að þegar lagt af stað með svona verkefni þá þarf maður svolítið að treysta því sem maður að gera. Þetta hefði ekki farið svona langt, við hefðum ekki komið svona langt með þetta ef við hefðum verið með mjög hörð markmið það að við verðum að ná þessum fjölda, við verðum að þetta verður allt saman að vera mælanlegt vegna þess að þetta ekkert sérstaklega vel mælanlegt. Við vissum og mér sé orðuðum þannig á þeim tíma að við værum svolítið að fara lengri leiðina. Styttri leiðin væri svo að auglýsa, við erum með vörur, svona hefðbundna markasetningu, þetta var klárlega lengri leiðin. Og það kannski ekki fyrir núna sem við erum svolítið farin að sjá að það gríðarlegur árangur af þessu og fyrst og fremst samt markmiðið með fræðslutörnu og til dæmis mitt mandate í þessu hefur ekki verið það að endilega búið til business, heldur það að við viljum vera að veita mjög góða þjónustu, þetta mikilvægur partur af því að veita góða þjónustu. Við erum góð í þessu og eigum þess að leggja mikla ríka áherslu á það. Af þessum 116.000 á milli 90 og 100.000 á netinu og nánast allar okkar upptökur eru svona lágmark í 45 mínútur klukkutími og það verið að horfa lengi á upptökunar sem bara alveg frábært. Þannig að það verið að horfa á langar upptökur, það bæði verið að horfa á það efni sem þungt og það sem létt, það verið að horfa á ólíklegustu upptökur. Það alveg magnað að sjá það að til dæmis tvær af okkar vinsælustu upptökum námskeið lestur og greiningu ársreikninga sem sumir sögðu, það enginn að fara að mæta það, þetta ekki skemmtilegt. En það eru 1500 manns búin að horfa á upptöku það og svo heldum við bókakvöldum bók sem heitir Flashboys. Ég held að það ríflega 3000 manns búin að horfa á það á vefnum. Þannig að það erfitt að sjá fyrir hvað það sem vekja áhuga fólks. En þess vegna þarf maður svolítið að vera á sprettinum og prófa ýmislegt. Vegna þess að sá hópur sem við erum að þjónusta og hér sjáum við hvernig aukningin hefur verið á milli ára og við erum náttúrulega ekki nærri því búin með árið 2015, þannig að það verður meta ár. En sá hópur sem við erum að þjónusta með þessari fræðslu mjög fjölbreytilegur. Við erum ekki eingöngu með viðskiptavini eða markhóp í okkar fræðslu sem eru fagfjárfestar eða eingöngu ungt fólk eða eingöngu lífeyrisþegar. Heldur erum við með bara alla landsmenn í okkar sem okkar markhópu í viðskiptum með okkur og áhugamálin ólík. Sumir hafa áhuga á fjármálum en sumir ekki, en það hafa allir gott á fjármálafræðslu. Það hafa allir gott á því að velta aðeins fyrir sér fjármálum og læra smá og við erum ekki bara með okkar fræðslu að þjálfa fólk upp í það að skilja hvernig skuldabréfamarkaðurinn virkar, heldur líka bara vekja áhuga á fjármálum. Og hérna sjáum við svona dæmi fundi sem við höfum haldið og eins og þið sjáum þá út úr öllum áttum. Við erum að fjalla fótbolta og tónlist og náttúrulega skuldabréfin líka og ársreikninga og viðskiptaáætlanir. Við erum líka að fara að halda fund núna í næstu viku fjárfestingar í myndlist, þannig við erum ekki bara að tala fjárfestingar á verðbréfamarkaði. Við munum halda fund í desember fjármálin í Star Wars. Þannig að það ýmislegt í boði fyrir þá sem að vilja kynnast einhverjum skemmtilegum vinklum og áhugaverðum efnum sem varða fjármál. Og svo hafa bókakvöldin okkar vakið mikla athygli og verið virkilega gaman að sjá áhugan á þeim.
til viðbótar við þetta þá mjög mikið stór hluti á okkar fræðslustarfi sem að sést ekkert oft. Til dæmis það að við fáum mjög reglulega beiðnir það að koma í skóla. Nánast allir framhaldsskólar á Reykjavíkursvæðinu til dæmis eru að koma til okkar með krakka eða biðja okkur að koma. Þetta meira að koma inn í bara sem partur af námi í einum framhaldsskóla. Það koma 100 manns sem partur af einum kúrs alltaf til okkar og við í rauninni setjum það sem við höfum verið að læra í samhengi við það hvernig markaðurinn eru raun og veru. Grunnskólarnir eru mjög duglegir við að fá okkur til að koma. Og svo erum við, eins og ég nefndi áðan, í samstarfi aðila sem að hafa svona svipaðar hugmyndir og við, sem í rauninni það að það sé mikilvægt að fræða fólk fjármál og þá náum við vel saman og hérna, það hefur gengið ákaflega vel. Ég nefndi fjármál við starfslok og það hefur gengið vel, en það sem að vakti svolítið athygli hjá okkar núna daginn var það að í sumar þá var ég í fæðingarólofi og var svona í rólegheitum og formaður ungra fjárfesta hringdi mig og spurði hvort við ættum ekki að snara upp einum fundi svona það hvernig maður byrjar að fjárfesta. Við höfum svo sem alveg boðið upp á ekkert ósvipað efni áður en mjög skemmtilegt að vera í samstarfi við unga fjárfesta, flottu klúbbur sem mikið áhuga á að aðstoða við að svona koma sér af stað og greinilega mikill áhuga á viðburðum þeirra. Og við troðfylltum, skemmtileg mynd, þetta einum mínum uppáhaldsmyndum úr fræðslustarfinu þó hún sé kannski ekki tekin atvinnuljósmyndara. Og sjáum við þarna troðfullan sal í Háskólabíói þar sem mun færri komið staðinn vildu og þetta framhaldsfundurinn vegna þess að við höfum algjörlega sprengt utan af Háskólann í Reykjavík vikuna áður. Eða 2 vikuna áður, já. Þarna spurði fréttamaður mig hvort að þetta væri ekki bara 2007. Erum við ekki bara að fara í annar hrun og ætla allir að fara að fjárfesta? En svona var þetta ekkert 2007. Það hefði engin áhuga á að læra neitt fjármál, það vildu bara allir fjárfesta. Nú þetta allt annað og ungt fólk hefur mjög mikinn áhuga á því að læra að fjárfesta og skilja hvernig þetta allt saman virkar, svo að það geti síðan bara ákveðið sjálft hvort það vilji fjárfesta eða ekki. Þannig að þetta var mjög jákvætt og skemmtilegt. En Hólmfríður nefndi áðan efnismarkaðssetningu og við vitum það að það ekki eina leiðin til þess að miðla fræðslu að halda fundi. Við þurfum ekkert alltaf að halda fundi. Það líka það sem við veltum alltaf fyrir okkur. Þarf þetta að vera fundur eða erum við að fara að gera þetta einhvern veginn öðruvísi? Fyrir utan það að komast ekkert alltaf allir á fundi, að þá erum við duglega að taka upp, tökum nánast upp allt sem við gerum. Að þá sumt fræðsluleitin þannig að það skemmtilega að koma því á annað form. Og við erum mjög duglega í því að búa til efni og þarna komum við aftur að kúltúrnum í fyrirtækinu. Það mikil þekking hjá starfsfólkinu en það líka vilji fyrir því að búa til efni. Að skrifa, við erum allan daginn starfsfólk á FIB að senda tölvupóst okkar á milli með áhugaverðum erlendum fréttum með línuriti sem við sjálf búið til í Excel markanum og svo framvegis og við höfum líka verið duglega við að deila því efni og hérna til dæmis sjáum við bara það síðasta, þetta var núna í viðskiptablaðinu í síðustu viku leiðilegu hljónið mér í síðustu viku að þá til dæmis vorum við þarna í viðtali í viðskiptablaðinu með heilsíðu þar sem við höfum tekið saman tölur tónlistariðnaðinn og þetta gerum við vegna þess að við höfum gaman að því að gera þetta. Við erum ekki að senda neitt inn sem við höfum ekki áhuga á. Þess vegna mikilvægt að margir taki þátt vegna þess að áhugamál fólks náttúrulega ólík. En líka vegna þess að við erum komið með það svona, við erum komið með þá reynslu í þessu og þetta orðin þannig partur af kúltúrnum að það ekki tiltökumál að vippa upp svona upplýsingum og með þessu efnismarkaðssetning gengur út á það að búa til efni sem svo gott að aðrir vilja deila því fyrir þig. Og það hefur gengið ákaflega vel á okkur. Þannig að okkar fræðsla, og hún ekki bara að ná til fólks í gegnum okkar miðla, þrátt fyrir að við til dæmis notum Facebook mikið, erum við 5.000 vinir þar og notum YouTube og fleiri samfélagsmiðla, að þá hafa fjölmiðlar tekið okkur og efnin okkar mjög vel. Við höfum líka mikið álit á því að setja mikla trú á því að það sé gott að setja gögn fram og flókin málefni fram í myndrænu formi. Þannig að upplýsingamyndir eða svona infografíur eru stór partur af því hvernig við presenturum okkar efni og það líka eitt sem gott líka komið fram. Ef maður að þjónusta fólk að þá maður ekki að fara að setja sig á einhvern háan hest. Við vitum það alveg að það sem við erum að starfa við getur verið svolítið flókið. Skuldabréfamarkaður og ársreikningar og lífeyrismál, þetta ekki skemmtilegt þegar fólk heyrir þetta þannig. Ef einhver að tala eins og kannski sjóðstjórar eða fagfólk að tala sín á milli þá hefur enginn áhuga á þessu. Þannig að við höfum líka passað okkur því að við erum ekki að taka okkur of hátíðlega og alvarlega. Við erum ekki of góð fyrir það að halda fræðslufund Star Wars. Við erum ekki of góð fyrir það að halda grunnnámskeið. Við erum heldur ekki í því að gera hlutina heimskulega eða líta þannig á að fólk sé svo vitlaust að það þurfa að tala við þau eins og börn.
heldur höfum við náð því að byggja okkur upp að svona þróa í gegnum þetta, í gegnum þess að 291 fund, svona ákveðin tón og aðferðafræði sem að fólk skilur, þar sem við getum talað um flókna hluti án þess að vera leiðileg og flókin. Þannig að þetta hefur gengið ákaflega vel hjá okkur og ég gæti náttúrulega haldið endalaust áfram að tala um þetta, en ég held að þeir sem mæta á svona fundi, þeir eru ekki síður sko að hafa áhuga á því að spurja og taka þátt í umræðin, heldur en bara vera að hlusta á mig. Þannig að nú ætlum við aðeins að spjalla saman við Andrés og væri gaman að heyra hvað ykkur finnst svona í kjölfarið. Já, komið sæl, góðan daginn. Andrés heiti ég og gaman að fá að vera með ykkur og með þér Björn. Það mér langar að segja frá því upp að kom mér sjálfsögur ekkert óvart þegar þetta fór að ganga svona vel þetta fræðslustarf Björns og félagi hjá VFB vegna þess að ég hafði heillast að Birni og vilja hans til þess að fræða mörgum árum áður og ég veit ekki hvort ég geti giskað á það nema ég hafi eins og ég rekist á hann á öldum ljósakans á útvarpi Sögu. En Björn var til margra ára, ég var ekki 3 eða 4 ár. Ég var held ég hvað 6 ár á útvarpi Sögu. 6 ár á útvarpi Sögu, það meir en margur og varst endar svolítið stakkstótt í stúfi annað efni. Þú og viniðinni voru með þátt sem heit Sammarin.com og fjallaði fótbolta og ég tók vel eftir rödd Björns í þessum þætti því að hann hafði svo mikla ástríðu fyrir því að deila og þið voru ekki að fá neitt greitt fyrir. Nei. En þetta var nánast vikulega hvað? Jú, meira þess að 2 í viku tíma. Við hituðum upp fyrir helgina og svo gerðum við hana upp. Já. Og voru félagarnir bara í því að miðla og ég sem fastu diggur hlustandi útvarpi Sögu, ég var alltaf feginn þegar ég datt inn á spjall með Birni. En takk fyrir skemmtilegt erindi og skemmtilegt starf sem hefur verið gaman að fylgjast með. Mér langar að spyrja til að byrja með og svo endilega að þið eru með spurningar að gefa mig merki inn í salnum en ég ég mjög forvitin margt í þessu. Eitt kannski og biði nú að vera heiðarlegan það nú alltaf hjá stórum fyrirtækjum pressa á það að selja og hlutirnir síðan skilja ykkur í kassan og svo framvegis og það kannski, það ekki eina áskorunum þegar þú ert með efnismarkaðssetningu að hún þarf ekkert endilega, hún þarf að þjóna hún gengur út á þeim að þjóna fólki og þá ekkert, kemur ekki stundum pressa og kom aldrei í byrjun einhver pressa á það að vera að selja meira, þú ert með 100 eldri borgara, þú veist, kom ekki þessi pressa að selja þvert á bankan, alls konar tekjusvið að ná í þessa kuna og hvernig þurftir að standa eitthvað staðar og segja nei eða hvernig var þessi slagur? Þetta alveg rétt. Sem betur fyrir það þannig að þegar lagt var að staða til að byrja með þá var þessi umræða tekin og það var alveg klárt að ég nefndi það að við litum á þetta sem við værum að fara lengri leiðina þetta myndi taka tíma og við ætlum að treysta á þetta í svolítið tíma og þetta var sett upp þannig að þetta átti að vera þjónusta sem til lengri tíma náttúrulega skilar auknu trausti, það markmið og auki traust síðan á endanum vonandi meiri viðskiptum að við vildum að fólk kæmi í viðskipti við okkur vegna þess að það vill vera í viðskipti með okkur. Það var fyrst og fremst frekar en það að við varum með auglýsingum ákveðna vöru og fólk ætlar að kaupa þá vöru. Þá var það frekar þannig að við byggjum upp okkar orðspor með því að veita góð þjónustu sem rauninni bara eins og bankinn gerir og leggur ríka áherslu á. En við lögðum mjög ríka áherslu á það að nota fræðsluna í því. En það alveg rétt að svo hefur náttúrulega komið upp til dæmis þessi umræða þetta ekki almennilega mælanlegt. Þetta að skila einhverju? Og yfirleitt hefur svarið verið það, bara við vonum það og það mun það örugglega á endanum og við erum að sjá það núna, ég held að það hljóti að vera hægt að segja að þegar að það gerð mæling á meðal almennings, þessi stendur að langflestir þeirra sem svara segjast við myndum leita til okkar þegar kemur að fjárfestingum. Við höfum ekki verið mikið að auglýsa, þetta í rauninni þá okkar gæsalappa markastarf, þó þetta sé ekki markastarf, að þá kannski hægt að tengja það saman og segja jú, þetta hlýtur að vera að virka. Það þýðir að þeir sem eru að svara að þeir myndu fyrst leita til okkar væntanlega vegna þess að þeir vilja það. Og af hverju vilja þeir það? Kannski hafa þeir góða reynslu og eru viðskiptavinir, kannski hafa þeir séð einhverjar örfáu auglýsingu sem við sendum út en flestir þekkja okkur eingöngu frá fræðslustarfinu. Já, ekki traust líka bara einn mikilvægasti þátturinn í viðskiptum og ekki síst kannski einmitt í fjármálaviðskiptum? Algjörlega. Þannig litum við á það líka eftir hrun að
það var megin markmiðið hjá öllum og við tókum þennan ekki kannski séns, við höfðum mikla trú á þessu en þess vegna líka gaman að geta litið tilbaka og séð svona að þetta gekk vel. Einn mælikvarði kannski sem kom mér óvart í fyrirlestrinu var sko að grunnskólar, framhaldsskólar bæði og sérstaklega grunnskólar skildu vera að biðja ykkur að koma að banka inn í grunnskólana því að venjulega segja fyrirtæki sambandi grunnskóla að fá að koma þangað inn og vera með einhver skilaboð þá þið í fyrsta lagi sagt nei eða í öðru lagi allavega við verum þá að bjóða öllum en það greinilegt að trausti til ykkar hefur verið nægt til þess. Já, og það gætu við ekki ef fræðslan okkar hefði ekki verið hlutlaus og góð. Og það já. Sorry, hæ. Já, hæ. Ég sá fjármálafræðslu á Arion-banka á því ég fór að samkynni líka til náttúrulega og það var rosa mikið leitað til Arion-banka, Kaupþing þá, fyrir fjármálafræðslu. Þeir voru mjög, ég er ekki talsmaður Arion-banka, ekki miskilum það, en bara þá að því þú talaði var ekki leitað til eitthvað fyrir hrun? Jú, það var líka eitthvað leitað til okkar fyrir hrun. Er það að gera eitthvað öðruvísi en þið voru að gera þá? Af því ég held að allir bankar fá þessa fyrirspurn og meira svona hvað þekkir á bankunum, við auglistum þetta bara svona í rauninni sendupost til skólanum lítið vita, við biðum upp á þetta og mér sem þetta Arion-banki hafa rosa mikið staði fyrir þessa fjármálafræðslu, það var eitthvað sem þeir bara svona gleyptu eftir hrun sko. Takk, lass mér að skjóta inn bara að því við erum með að taka þetta upp og sýna þetta á netinu og þurfum að hafa spurningar svolítið stuttar og ég ætla að fá að endurtaka þær jafnvel. Þannig að hún Sigga þetta ákveðni í salnum myndist á það að Arion-banki hafi líka verið með öflugt fræðslustarf og það reyndar alveg rétt. En hún spurði sérstaklega hvort að þetta finnir mikla breytingu frá því fyrir hrun. Hefur ekki alltaf verið eftirspurn eftir fjármálafræðslu? Jú, ég held að hún er að aukast miklu meira. Þetta er ekki til líkingu. Við erum aldrei að leita til skólana. Þannig að við höfum aldrei sendt út til skóla að við séum tilbúin að koma eða neitt slíkt. Það er ekki þannig. Það er eingöngu þannig að það eru skólar sem eru þá að koma og það hefur ekki við í gegnum persónuleg sambönd. Heldur er það þannig að það eru skólar sem að vilja koma til okkar. Við erum líka að sjá það að þetta er ekki bara, og við höfum kannski ekki verið að fókusa neitt sérstaklega mikið á grunnskólana eða framhaldsskólana, við höfum bara verið með almenna fræðslu sem að henta öllum og við náttúrulega sem eignastýring höfum verið að fókusa svolítið á verðbréfamarkað og fjárfestingar. En við höfum til dæmis námsefnið okkar núna til dæmis bara á dagskrá í Endurmenntun Háskóla Íslands. Við höfum verið í miklu samstarfi við opna háskólanum að bjóða upp ókeypis fjármálafræðslu. Við erum að sjá það þegar við erum að skoða áhorfstölur á upptökur okkar aftur í tíman að einu sinni á önn eða einu sinni á ári þá er ákveðin námskeið sem fá 30 eða 100 áhorf á einum degi og fréttum svo að því að þetta er bara komið inn í skólana. Að það er orðið þannig til dæmis mér sé Háskóla Íslands í hagfræðinni, þá er orðið þannig að einn fyrirlestur í okkur er bara krakkarnir eru bara látnir horfa á þetta. Þetta er bara orðið partur af náminu og það náttúrulega sýnir það líka þegar að háskólar og framhaldsskólar eru farnir að nota efnið okkar beint í kennslu og þá er standardinn nógu góður til þess sem er mjög gott. En ég held að munurinn er sá að Íslandsbanki hefur kannski frekar tekið að sér að vera með fræðslu til barna og FIB hefur ekki mikið verið í því og við höfum aldrei verið með neitt frumkvæðan einu slíku. Byggur að gefa mér merkið með spurningar en ég með kannski eina aðra svona neikvæða því að spurninga efasendamannsins til dæmis varandi að bankin er náttúrulega mjög stórt fyrirtæki og þeir þekkja það sem að vinna hjá stórum fyrirtækjum að það er margir yfirmenn og það er ýmislegt sem að þarf að ágjöra og því að við haldið 300 viðburði mjög ólíka er ekki maður veit að bara, þú vilt fá að gera eitthvað fyrir einhverju hugmynd, þú vilt framkvæma það í nafni bankans og það er kannski snerti svið einhver annara deilda í bankanum og svona. Hver hefur verið lykillinn að því að framkvæma þetta allt? Svona virðist vera stutt frá hugmynd að framkvæmd og væntanlega hefur það verið einhver aðlögun svona fyrir bankan? Það hefur verið alveg merkilega auðvelt. Við höfum haft frelsi til þess að prófa okkur áfram. Við erum alveg fullkomið frelsi til þess. Það er þannig að VFIB er með ákveðin fókus. VFIB er að skoða fjárfestingar og VFIB er mikið í efnahagsmálum og svona fjármálahlið ákveðna sviða. Við erum ekki, VFIB er ekki að halda námskeið húsnæðislán eða kreditkort eða meninga eða eitthvað slíkt, heldur erum við með svona þennan ramma sem er samt svolítið víður. En það er alveg rétt að stundum erum við að fjalla eitthvað sem að tengist því sem að verið er að gera með annars þar í bankanum, en reynslan að þessu er góð og ég hef aldrei heyrt það frá öðrum sviðum í bankanum að við ættum ekki verið að gera eitthvað sem við erum að gera. Sem betur fer. Getur verið þessi að tala um það á milli sín sko, en
ég heyri það ekki. Nei, akkurat. En hver heldur, já, fáum eina spurningu, gerðu svo vel. Takk fyrir það. Já, spurningin svona hvað gekk sem að áttur alls ekki vonað að gengi og hvað gekk alls ekki sem að þið voru bara að gera ykkur hugmyndir að myndi slá í gegn og hvað markmið settir ykkur? Við erum í rauninni, ég veit að maður gefur sér að það séu mikil markmið í þessu, en þau eru ekki í rauninni mjög konkrétt. Það er þessi trú á að við vitum svolítið hvað við erum að gera. Reynslan eftir að vera búin að halda alla þessa viðburði er mjög góð, þetta hefur gengið vel hjá okkur og það að prófa þetta áfram, það að þróa þetta hefur gengið ótrúlega vel. Það sem hefur gengið betur heldur en við héldum, alveg klárlega öll fræðslan okkur fótbolta, ótrúlegt að sjá HM í fyrra það sem var alltaf að opna dagblaðið eða fara á netið að sjá eitthvað efni frá okkur sem var komið út allt. Gríðalegur áhugi á fundum sem við höfum haldið fótbolta. Alveg klárlega leika unga fólkið, svona þessi hópur 21 upp í 30 ára sem við vorum til dæmis með námskeið hérna bara í þessum salnum núna í gær það. Myndin frá háskólabíói sem ég sýndi, við áttum ekki von á þessu. Það sem hefur ekki gengið jafn vel, var ekki gengið jafn vel að fara til Húsavíkur. Það er það að fara að leggja sko mikinn tíma, mikið effort í viðburði, það er að segja að veðja öllu á risastóra viðburði, það er eitthvað sem að við höfum svona að fenginni reynslu kannski ekki bakkað alveg frá, en við leggjum meiri áherslu á að bjóða upp á mikið magn fjölbreytts fræðsluefnis og erum ekki að einbeita okkur að því að vera að pródúsera þetta of mikið. Það er hægt að pródúsera viðburði alveg gríðarlega mikið. Það kostar ofboðslega mikla peninga. Við höfum frekar farið þá leið að vera með, gera þetta svolítið lín. Þegar við tökum ákvörðunum fundi og allur undirbúningur gengur alveg ótrúlega hratt, alveg svakalega hratt. Það eru ekki teknir 10 manna fundir inn í fundaherbergin þar sem við verðum að tala hvernig viðburðurinn á að vera. Það kemur góð hugmynd, það er gríðalegur áhugi á að gera þetta hjá einhverjum starfsmanni. Hann fær stuðning, viðeigandi stuðning frá aðilum sem þurfa að koma að þessu og svo er bara farið af stað. Og það er ekki margir að blandast inn í þetta, það er ekki mikið verið að gera breytingar eftir á, það er ekki verið að snurfusa boðskort eða eitthvað slíkt, þannig að við viljum gera þetta svona svolítið kvikk og það er kannski svona ákveðin þróun sem hefur verið hjá okkur. Og líka það að fókusa meira á vefinn. Það er orðið það nánast norm að það sé að minnst okkur til 10 sinnum fleiri sem eru að horfa á okkur á vefnum en mæta á svæðið. Og það er bara, það er til dæmis, finnst mér alveg frábært vegna þess að það er náttúrulega fólk sem hefur ekki tíma til að koma núna eða býr ekki í Reykjavík en við viljum samt geta boðið öllum upp á þessa fræðslu. Hvað kostar að senda svona fund út á vefnum? Það þarf ekkert að vera mjög dýrt. Það er líka spurning það hvernig, hvaða aðferðafræði þú notar. Þú getur pródúserað það mjög mikið. Þeir sem eru að horfa á myndbönd hjá okkur sjá til dæmis að þau eru ekki klippt vegna þess að við leggjum mjög ríka áherslu á það að komast út strax. Við teljum það að vera góð þjónustu. Ef þú komst ekki, þá áttu að geta fengið upptökuna strax. Upptaka til dæmis af fundi sem við erum með í fyrramálið, hún verður klár bara strax þar á eftir. Eftir vinn á morgun verður bara komin á vefinn þar strax á eftir. Þannig að við höfum freka kosið að fara þá leið að vera með, við höfum verið í samstarfi við sömu aðilana sem hafa verið að taka upp fyrir okkur alla tíð og við gert það ákaflega vel. Og það er snöggt og einfalt. Það eru Enok og Hilmar, bræður sem hafa séð þetta fyrir okkur og gera alveg ótrúlega vel. En það er með þeir eru svona svolítið þenkjandi eins og við. Þeir vita hvað skiptir okkur máli. Það skiptir okkur máli að við undirbúum okkur og gerum framkvæmdina á viðburðinu þannig að við vitum að hún mun líta vel út í mynd. Og það er bara ítt á upptöku þegar við byrjum, svo er stoppað eftir á. Ég fæ upptökuna á USB-leikli leiðunni búin vegna svona rendur það meðan þeir eru að taka upp. Svo er þetta bara komið inn á YouTube og vefinn okkar, kannski klukkutíma seinna, 2 tímum seinna. Setur þú þetta inn á YouTube? Já, tekur enga stund. Og þú setur upp Facebook viðburðinn? Já.
Já, svona, en við reynda að deilum því svolítið, en ég held að það er líka mikilvægt að það geti svona, starfsfólki geti hlaupið í nokkur hlutverk og maður sé ekki of flottur í það að geta sett upp Facebook viðburði eða svarað á Facebook. Í gærkvöldi var ég svolítið að svara fólki sem var að spurja okkur á Facebook síðan okkar og við deilum því svolítið á milli okkar, þannig að ég held að það sé líka mikilvægt. Það er þetta að taka sig ekki of hátíðlega. Það er mjög mikilvægt. En fyrir eitthvað sem hefur ekki verið að halda svona viðburði og fræðsluviðburði, hvernig, fyrsta lagi, eða eftir að hjálpa viðkomandi að samfara yfirmann sinn í stuttumáli á hverju hann eigi að gera þetta, og hins vegar hvað kostar að framleiða eitt svona viðburð? Það þarf ekki að kosta nánast neitt að framleiða svona viðburð. Hálfa milljón? Nei, alls ekki. Þú getur sett upp bara flottan viðburð fyrir 50.000 skall. Þú getur sett upp flottan viðburð með upptöku og öllu fyrir 100.000 skall, 110.000 skall. Það er hægt að bara, þessi starfsmaður getur vísað á okkur, sé bara sjáu hvernig þetta hefur gengið á VFIB. Það eru þeir sem hafa sjálfur gert þetta alveg. Þeir eru ekki með neina mælanlega tölur? Nei, þetta er rosalega erfitt. Við erum samt með tölur sem að það hlýtur að vera gott fyrir okkur að við vitum það að þegar við höldum fund fjármála Apple, þegar við höldum fund námskeið fasteignamarkaðinn, við vitum að það eru 1000 manns að fara að horfa á þetta á netinu. Það er frábært. Og það er náttúrulega einhver lítið mælanlegt. En svo er þetta samt svo huglagt mat, sko, hvort er mikilvægara að halda 200 manna fundi í Hörpu, sem að kostar töluvert mikið, þú ert að kaupa veitinga fyrir þess alla, eða þú ert með eitt námskeið sem 1000 manns horfa á netinu. Það er svolítið erfitt að svara þessu og bara misjafnt hvað fólki finnst. Þess vegna höfum við verið að blanda þessu saman, vegna þess að við erum ekki bara með eitt markhóp. Þetta er fjölbreytilegt. En hvaða eiginleika þarf til þess að geta skipulagt svona og haldið svona? Þú ert bæði hlutverki að halda erindin og skipulegja þau. Ef þú ættir að ráða einhvern í staðinn fyrir þig eða ráða einhvern fyrir eitthvað þessum fyrirtækjum sem segir bara, þetta er bara málið, þú veist, þetta er málið í dag. Hvar er það að finna næsta Björn Berg? Það er góð spurning. Útvarpi sögu. Pétur Gunnlaugsson getur tekið þetta. Nei, ég segi svona, það þarf að vera alveg rosalegur áhuga á þessu. Ég er í frí í dag, ég væri ekki ef ég hefði ekki gaman að þessu. Það er ekki það er ekki séns að gera þetta ef maður er ekki tilbúin að vinna mjög mikið, ef maður hefur rosalega gaman að þessu, ef maður hefur mikla trú á þessu og líka ef maður hefur það frelsi frá sínum yfirmönnum, það er líka mikilvægt. Sá sem er að ráða þennan aðila, hann þarf að geta treyst honum. Þetta er ekki að fara að ganga þannig að það er passífur yfirmaður sem ræður einhvern sem sé að má ekki prófa sér svolítið áfram. Það er ekki að fara að ganga. En það er samt ekki þannig, þó að ég kannski láta þetta hljóma svolítið fyrir að við séum mjög flippuð og séum bara að prófa allt mögulegt og séum bara að fara að halda fundum fjármál bakaría eða eitthvað svolítið næstu viku, að þá sem við erum samt ekki að fara að gera, að þá er samt mikil fagmennska í þessu og það er skýr rammi sem við vitum að við ætlum að vinna innan. En hann hefur svolítið þróast og við höfum líka leyft okkur það að vera gagnrýnandi það sem við erum búin að vera að gera og vera svolítið svona, taka okkur tími að vera svolítið frjó, bara hvernig er það að breytast, hvernig fólk er að neita fræðslu, er smekkur fólk að breytast, er markaðurinn að biðja eitthvað annað, hvað er það sem fólk vill núna og líka að skoða þessa markhópa. Við vorum daginn með strákan á fótbolta.net sem eru frábærir í þessu. Þeir vita greinilega hvað fólk langar að lesa vegna þess að fólk fer ekkert á aðra miðla, það fer bara á fótbolta.net að lesa fótbolta. Og þeir segja að það sem að hjálpar þeim við það er og þeir vita hvað auglýsendur vilja líka. Þeir vita hvað auglýsendur. Mjög góðir í að búa til efni og tróða auglýsingum inn í það. Já, nákvæmlega, sem við megum ekki en kannski væri, nei ég segir svona. En þeir sögðu að það sem er mikilvægt hjá þeim við að það gengur svona vel er það að þeir hafa bara svona ágætis sens fyrir því eða ágætis tilfinningu fyrir því hvað það er sem fólk vill. Við getum ekki sett okkur í spor vegna þess að þeir eru með fótboltaáhuga menn við erum með alla. Þannig við verðum svolítið að skoða það líka. Ef þú ert að fara að hætta að vinna, hvað er mikilvægast fyrir því að vita? Ef þú ert að byrja að spara, hvað þarf þetta að vita? Ef þú ert að selja fasteigna þína, ef þú hefur gaman ef þú vilt grúska í verðbréfum eða þú vilt láta einhvern annan sjá þetta. Þannig við verðum að vera með efni sem að hentar öllum. Við verðum þá líka að gefa okkur tíma í að pæla í þessu. Endilega, gefið mér merkið með spurningar. Já, Haraldur áttu, gjörðu svo.
Já, til dæmis. Já, við endurtökum spurningar fyrir neti. Haraldur spyr, hvernig vitið hvað fólk hefur áhuga á? Já, tökum bara eitt dæmi. Daginn, myndin sem ég sýndi aðan frá Háskólabíói, við fylgdum því eftir með að bjóða upp á 5 klukkustundar kvöldnámskeið í Háskóla Íslands. Og það var náttúrulega sagt, það enginn að fara að mæta á 5 klukkutíma kvöldnámskeið fjárfestingar. En við gerum þetta með ungum fjárfestum og letum þá bara kjósa. Bara veljiði 5 námskeið. Það var bara kosið í umræðuhópi ungra fjárfesta og þar voru valin þessir 5 námskeið sem við síðan héldum. Og þetta mikið þannig. Oft þetta eins og ég segja við erum beðin að koma og tala. Þannig að það oft þannig að efnið okkar verður til vegna þess að það einhver sem bað það. Að það verið að pitcha til okkar. Umræða eins og fjárfestingu í myndlist. Þetta kemur uppalega ekki frá okkur. Okkur langaði tíma að tala eitthvað list en svo kemur svolítið efni til okkar. Og það oft þannig. Varðandi fjármálu starfslok, þessi þekking var til en efnið var ekki til. Það kemur frá Landssambandi eldri borgara á sínum tíma. Þannig það mjög mikið þannig. Og náttúrulega, já, mikið samtal. Og ég held að það sé líka þannig, ég nefndi þetta varðandi kúltúrin, starfsfólki mikið að koma með hugmyndir. Mjög mikið það að ég alltaf að fá tölvupósta frá starfsfólki út allt í bankunum og fyrst og fremst frá FIB og frá gestum sem mæta. Það mikið verið að senda okkur skilaboð á Facebook með tillögum. Þannig að það vantar alls ekki. Þetta miklu frekar vandamál að við getum ekki annað öllu því sem við viljum gera heldur en það að við sem að leita hugmyndum. Þetta var aldeilis ekki alltaf þannig. Nei, það var aldeilis ekki alltaf þannig og þegar við fórum á stað þá vorum við mikið í því að byggjum að fá að tala. Við áttum kannski til mjög mikið efni en vorum þá svona búið til námskeið og prófa okkur áfram og halda kannski skuldabréfa námskeið fyrir 10 manns og en núna hefur þetta algjörlega snúist og við erum að annað eftirspurn fyrst og fremst. En þið hafið, einmitt já, þið fáið fyrirspurningu, þið hafið líka beðið fólk að koma að tala á fundunum ykkar og hafið haldið fundi ákveðnum efni og það beðið fyrirlesara að koma og svona. Og nú vita það margir sem að sækja svona fundi eins og fólk í dag að þeir eru misjafnir og fólk misvel undirbúið og misáhugavert og misgott í þessu svona. Hvernig tryggið gæðin hjá fólki sem þið hafa kannski ekki séð tala áður og svo framvegis og hvernig tryggið að viðbrögðin verði góðir að gæðin? Það yfirleitt fáum við ekki fólk sem við vitum ekki hvernig Yfirleitt það þannig að við vitum að fólk gott að tala. Og við vitum það líka að þetta þjónusta sem við erum að veita. Við erum yfirleitt við erum að biðja fólk að tala hjá okkur og þá erum við ekki að gera þeim greiða, heldur eru þau að tala við kúnnan, eða tala við áhorfendur. Og það skiptir þá máli að sjálfsögðu að þetta sé áhugaverður fyrirlesari og hann tali mannamál. Þannig að yfirleitt þetta þannig að við náttúrulega veljum þá eða biðjum þannig fólk sem við vitum að fært að tala til þess að koma, en annars leggjum við alltaf línunar og varandi panelumræður og annað, við viljum ekkert að sé þvingaðið og þungt, heldur viljum við að þeir sem að mæti hafi gaman og koma aftur. Einhverjar loka spurningar? Einar. Já, ég held einmitt að það áhvert að fá líka spurningi á sérst hvernig myndi ég ráðleggja Birni Berg að fara af stað með þetta og hvernig mín sýn var á þetta verkefni hjá honum. Nú eru viðskiptavinir byrjar að mæta í útibúið sitt og þið fáið ykkur bara kaffi. Og það verður gaman að heyra, mín sýn svo að þetta búið að vera leiðin og búið að vera skýrt fyrir mér í mörg ár að þetta sé leiðin til þess að ná í gegn á netinu. Fólk bara getur valið hverju það fylgist með og það getur bara ignora auglýsingar. Öll tækni í dag á netinu gengur út af það að þú getur bara hort á það sem þú er áhuga á. Þannig að þú verður að vera áhugaverður og fyrirtæki eru í eðli sínu eru ekkert sérlega áhugaverð og þau vilja fyrst og fremst halda útsölur og selja vöru og svo framvegis. Þannig að ég held að menn eins og Björn Berg séu mjög dýrmætir og það er ein önnur spurning fyrir bankan bara hvað gerist ef að hann snýtur ekki við sem vonum að gera samt ekki. En gæti skiptu vinnu, það er ekki endilega að vera eitthvað hættulegur en það. En ég held að stór spurning sé af hverju ekki fleiri fyrirtæki að gera þetta? Af hverju ekki fleiri félög að gera þetta? Og ég held að eitt svarið við sé að það er ekki nóg margir Björn Berg og það er kannski ekki nóg margir þarna úti sem eru að leita sér að vinnu sem vita hvernig þeir eiga að þróa með sér þessa hæfileika sem að hann hefur og hæfileika sem að hans samstarfsfólk hefur þróa með sér á FIB. Ég veit ekki hvort ég
náð að gera þetta annars staðar. Það er þessi svolítið mikilvægt vegna þess að kúltúrin hjá okkur býður upp á þetta. Það þarf að passa. Já, það þarf að passa. En akkurat sko. Ég var að lefa fólkinu að komast í útibúði. Já, það eru enn margar spurningar sem brenna á manni, en hérna, það er bara framhaldsfundur í Háskólabíói. Takk fyrir.